12 Valgeir Tómasson, 16 Arnar Þór Sveinsson, 17 Leó Snær Pétursson, 2 Arnar Páll Sigurðsson, 10 Einar Óskarsson, 20 Björn Björnsson, 33 Vilhelm Bergsteinsson, 11 Ólafur Bjarki Ragnarsson, nr. 13 Atli Ævar Ingólfsson, nr. 3 Hörður Másson, okkamaður, 23 Garðar Steinsson, 25 Brynjar F. Steinsson og 8 Atli Karl Backmann, 26 Sigurjón F. Björnsson, 19 Bjarki N. Eiríksson og þjálfarar Kristinn Guðmundsson og Erlingur Kristjánsson. Og þá verða það lið fram, nr. 1 Ásgeir Tryggvason, okkamaður, 12 Tryggva Jakobsson, 16 Magnús Elliðsson, 8 Grétar Garðarsson, 4 Magnús Stefánsson, 6 Andri B. Haraldsson, 18 Róbert A. Holstein, 5 Antonio Sigurðsson, 2 Sigurð Pál Sigurðsson, 23 Jón G. Einarsson, 13 Einar N. Eidsson, 11 Jóhann Ragnarsson, 10 Haraldur Valvarsson, 24 Hákon Stefánsson, 7 Arnar Byggi og þjálfarar Beinir og Særún Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Komið sælir aftur áhorfendur góðir. Við erum hér á Selfossi, Ragnarsmótið, leikur um 3. sæti. Sáum FH vinna Val í leiknum um 5. sætið áðan. HK fram hér um 3. sætið. Guðmundur Marinó er áfram með ykkur og með mér er Jói Lange. Sællvertu. Blessaður, það er aldeilis gaman að þú ert komin í hús. Já, miklu frekar. Ég skal játa það. Mér segja svo alþjóð þeirri hérna þessi 300.000 sem eru að horfa. Það er erfitt að lýsa æfingamóti 1. Já, það er ekki á færi allra að gera það. Nei. En ég treysti þér og hafi gert það vel. Veit það ekki. Þetta skilaði sér í hús. Réttar lokastölur og svona. Það skiptir öllu. Já. En hérna er það framarar bláglættir gestirnir á skortöflunni. Við teljum alltaf HK sem markaskorur undan sem eru í rauði í vörninni. Þetta er ekki vel ánum leik, þetta eru flott við þetta. Þetta er bara mjög gott. Svona haustbragur svolítið á þessu, ég er búinn að sjá aðeins af hinu leikjónum. Já, mikið haustbragur. Já, það er svona líka eðlilegt að það er mánuður í mót. Já, rétti það á. Já, Björn Ingi Friðþjófsson, nýri markvörður HK, byrjar á að verja hérna frá Haraldi Þorvarðarsyni. Já, spilaði Danmörku í fyrra. Já, mikið fengur fyrir að fá þá heim. Já. Sérstaklega ljósið þess að Sveinbjörn vildi fara norður. Já. Hér er það ákvæmenn, það er nú annar nýrleikmaður hérna hefði Ólafi Bjarki á miðunni. Skemmir ekki fyrir þá að fá hann heim. Nei. Vilhelm hérna í sókninni. Gerir hann ekki mikið af því síðust tímabili. Nei, hann er búinn að færa þess aðeins aftur í sóknarleikin. Spilaði alveg bara vörn í fyrra. Já, Bjarki Már alveg átti frábær sumar með undir 20 ára landslið sem þó náði ekki þeim árangur sem vonast þar eftir. Hann skorar fyrsta markið 1-0. Það er mjög vaxandi á síðustu tímabili og þannig að líta virkilega vel út þessi strákur. Já. Bara byrjunlið og er byrjunlið með að í þessu 20 ára landsliði. Aftur fer Björn Ingi, nú frá Jóhanni Gunnari og Bjarki Már, frábær vika. Það er það 2-0 læsileg byrjun að HK. Já, Jóhann Gunnar Einarsson sáum hann hérna klikkurskotaðan, hann er náttúrulega komin heim og það hjálpar frömmurum ekki lítið. Já, það eru nokkur leikmenn hann í framliðinu sem eru konur heim. Silfir líka, miðunni, frá Val. Nefndi ekki að fara þetta prógram í júla og
Hendi þessum útilaupum og ákvað bara að vera fram. Já, rétt hjá honum. Þessir Arnar Birgir og Róbert Aron Horstedt. Stórefnilegu strákur hérna með laglegt skot í Fellslan á óöfinn. Við vonumst þess að sjá mikið á honum á þessu tímabili. Hann var meiddur meira og minna síðastu tímabili og þarna er Selfyssingurinn Hörður Másson. En ákvaði yfirgefa skipið þeirra fór loksins út deild og skellti sér í HK. 3-0. Já, heyrðu. 3-0, þetta byrjar ekki vel fyrir það bláa. Nei. En þetta er vel gert. Þeir eru búin að skapa sér færi, bara Björn Ingi er búin að verja þarna, eitthvað tvöldu að fara í það núna. Fram að þessu. Þannig að það munar það. Þú þekktu fyrir þína miklu spátánsgáfu og þannig að maður verður að spyrja hvar verða þessi lið í töflunni í vetur? Ég veist að svona fyrirfram ætti maður að framarnir væri að berjast þarna 4 efstu. Ég spái svona erfiðum vetri fyrir HK eitthvað í vetur. Já, missa náttúrulega Valdimar og þeir missa Sverri. Já. Og það er náttúrulega, já, skipt út markmanni. Skipt markmanni, þá náttúrulega Óla Björk inn fyrir Valdimar og öðruvísi leikmaður. Miklu meiri hraði náttúrulega Óla Björk að. Já. Spurning hvort það verði. Það verður svona, ég hef sett að ferður bara. Já, svo líka bara mjög jafnt í vetur, það er svona. Þetta er vinna alla. Já, það er svona. Teikn á lofti, segðu það. Ég vil segja svona, barðanum, það er svona. 4. sæti verður kannski höndunum á okkur 3-4 liðum jáfnvel. Já. Svona fyrirfram. Já. Gæti verið svona 3-2. Framar er búin að svara með 2 mörkum í röð hérna. Það er Bjarki. Óla Bjarki segir skotið framhjá. Framar er rætt. Jóhann Gunnar. Magnús Stefánsson. Það er Róbert Aron og inn á línuna Jóhann Karl, það er ekki dæmt og Ólaður Bjarki fremstur í ræðablöpunu þegar alla liðu skúrar. Ólaður Bjarki leikir virkilega vel í þessu móti. Já, hann er búinn að spila mjög vel í þessum undirbúrsleiki sem HK búið að spila. Þeir fóru til Þýskalands. Þetta er meðan ágúst. Spiluðu þar í einhverju móti. Man ekki alveg á móti hverjum, en það stóða sig víst mjög vel. Já. Held að hann hafi verið valinn í einhvað lið mótsins eða eitthvað svona. Kann ekki alveg nánari deila á þessu, en það var eitthvað. Hann fekk einhverja viðurkenningu. Þetta er enga síðu frábærar upplýsingar. Þannig sjáum við Gretar Garðarsson í vinstra horninu. Við höfum ekki séð hann áður. Vorum að fara yfir skýrslan á hann og verðum að viðurkenna það. Hvorugur okkar þekkti þetta nafn. Hvern? Gretar Garðarsson, nr. 8. Nei, það er. En þetta er ungur strákur sem er sennilega, hann er bara að koma upp úr úrlíkastarfi og fram. Já, og við byrjum að liðina þarna og þetta skorar annar strákur að koma upp úr úrlíkastarfinu, Róbert Aron Horstedt. 4-3. Já, það er missa náttúrulega, já, Guðjón yfirgefur liðið. Já, Þóru Selfoss, já, og Stefán Baldvin. Einstaklega óöppinn leikmaður. Hann situr hérna bara upp í stúku. Já. Með hægjurnar. Leit hásinn. Hann má ekki búast að hann verði mikið með í vetur. Nei, en hann mun jafnvel mikið með á honum. Gretari. Já, þeir voru með hana í leiknum í gær, þá voru með annan strák sem heitir Ármanni, ég held. Við spilaði alla leikina móti VAR. Hann mittist eitthvað í leiknum í gerð, þannig að ég er ekki viss að hann sé með í dag. Nei. Hann þurfti að fara út af mittur eitthvað hérna hnéð á sér. Það selur Jóhann sig og Bjarki Már inn úr engu færi stöngin en lína á hann. Vel varið hjá Birni frá Róberti og nú frá Arnari Birki. Hann náði þetta frákastinu. Já, vel gert hjá honum að ná frákastinu. Vel varið líka. Hinum megin er Selfyssingurinn Ástgeir Sigmarsson í markinu. Já. Magnús Erlendsson þar að setja á dreifverkinu eitthvað. Tók einnið ákvörðinu þegar Selfyssingar náðu að koma sér upp. Já, yfirgefa liðið.
Bjarki að missa boltan klaufalega. Jóhann Karl Reynisson skorar þetta líka pínar hraðaflöfsmarkið 4-4. Það er hraði í þessu. Já. Meira fjör heldur en í leiknum áðan. Það verður að hjáta þess sem að hraðaflöfum voru í algjöru lágmarki og önnur bylgja þekktist varla. Já, það Það þarf að segja vel heppnuð önnur bylgja. kemur svolítið óvart. Ljósið þess að það var Valur sem var að spila sem hafa nú hingað til verið þekkti fyrir ágætis hraða. En þeir eru svo sem líka allir þeir menn eru svo sem farnir. Já. Svo Fannar, Sigurður. Svo Július sagði það verður náttúrulega í erfið prógrami. Já, svo eru þeir ekki með léttast að liði það í æfingarlegum skilningi. Já, Róbert Aron liggur hérna Og Atli liggur hinum megin. Já, Atli að það er frábær sóknarlínumæður. Róbert Aron virðist að snúi sig þarna eitthvað á ökla. Já, nú vona það sé ekki alvarlegt hjá honum. Framarar búa náttúrulega því að þeir eru með 2 leikmenn nánast hver eins stöðu. Já, þeir eru æði vel mannaðir. Þeir eru konum með góða breytt og miklu meiri breytt heldur en við vorum með í fyrra. Já. Því að fá Jóhann Gunnar heim og Siffa. Þeir hafa svo sem ekki mist mikið mannskap frá því fyrra. Nei. Daniel Berger er ekki hérna en... Og svo bara Stefán Baldur Meðli og Guðjón Dreiks í Selfoss. Ég held að það séum ekki að gleyma hann. Ef við gleymum einhverjum þá er bara að senda tölvupóst á sporttv@sporttv.is og við þakkum upplýsingarna. Já, 7,5 mynda leikmenn staðnir upp. Andri Berg kominn inn á fyrir Róbert. Við vonumst til þess að fá að sjá aftur hérna eftir. Andri Berg náttúrulega ekki slemmi maður eiga bekknum. Nei. Það er Vilhelm Gauti. Afleitar í línunni. Jóhann Gunnar. Eitthvað ferskur og næri svo. Arnar Birgir Halldórsson hann skorar. Botmungi leikmaður kemur fram yfir í fyrsta skipti 4-5. Fór mikinn á miðju tímabili í fyrra, lendur svo í umdeldu atvikið við orðum þetta spennt og mögulega hægt er og spila lítið eftir það. En Reynir, nýr þjálfari Framara, hann veit ekki á hann tækifæri. Já, þetta er unguruleg, öflugur leikmaður, það er ekki spurning. Já, bráðefnir svo. Eiga náttúrulega Einar Rafn sem er ekki slemur heldur í þessari stöðu á bekknum. Nei, þeir eru vel mannaðir þarna herra menn. Það verður að segja þessu er. Við sjáum líka annan mann sem er búinn að vera eiga í tölulega meðslu svona undanfærin ár sem að við skulum vona að ná að spila heilt tímabil í vetur, það er Magnús Arnar Stefánsson. Já. Það er mikill liðstyrkur fyrir Framar ef hann er að spila heilt tímabil? Já, og bara komast í það form sem hann var í hérna. Það var upp á sitt besta. Þegar hann spilaði með K.A. hann átti mjög gott tímabil, þá var hann mjög ungur. Já. Og síðan þá hefur hann verið meiddur. Ólaður Bergi Ásgeir stoppar þetta. Andri. Magnús. Bjarki Már og meðanum er Atli Karl. Hann skorar. Atli Karl Backmann. Skorar fyrir fyrsta mark. Hérna metin í 5-5. Það er hraðið og skemmtilegt í þessu 10 mörkir á 9 mínútum og 13 sekúndum. Já. Og það sem ennþá skemmtilega er að fólk er að fara að mæta aðeins í húsið. Hann kom úr kofinn hérna í æfingaleiknum á hann. Það má búast í því að veri fullt hús hérna á eftir hústöðleiknum. Það er Selfoss spilar. Það verður stappað. Eins og má búast í að verði í vettur hérna á Selfossi. Já. Já, vel gert hjá Haraldi Þorvarðarsinni. Það er okkar gaman að koma á handboltaleiki hér í vettur. Það er reyna línur. Við náttúrulega
upplifum það á síðasta tíðanbili þegar vorum að kíkja í fyrstu deildina að sáum frábæran leik hérna Selfoss Afturelding, úrslitaleikum hvort liðið færi beintur. Já. Það var mögnuð stemming og mögnuð skemmtun og svo var það jafnvel toppað í umspilinu þegar Afturelding lagði Gróttu á heimavelli. Þegar við vorum það tveir saman. Já, við vorum þar. Með náttúrulega Vidda og Simma sem eru hérna okkur. Hals og traust. Já, gaman að því að Simmi er búinn að þróa hérna tækninýjungar og nú er staðan komin alltaf upp á skjáin. Það er mjög gott framtak á Simma. Já, þetta er gríðarlega mikil forréttur sem lá hérna bakvið. Já, núna þarf hann bara að vinna í því að koma klukkunni. Já, það er... Þá getur hann bara nánast verið í fríi. Já, það var... Þá þurfum við ekki að hafa hann hérna meira. Já, við búum að gera okkur úr alltaf, þurfum við ekkert að segja hvað er langt eftir en eitthvað staðan er. Já, 11 mínútur linnar, talaðu það. 6-6. Hann sér eitthvað að glæta þarna, skýtur með vinstri, ekkert á þetta. Háká kemur í hraðaplöf, vel gert hjá Ólafi Bjarka og Atla Ævari mættur þarna á réttan stað og til að grípa þessa föstu og góðu sendingu, 7-6 Háká yfir. Afaldur fær ríkast þarna á Magnúsi dómara, Magnús og Ramúnas. Sjáum að flauta þetta hérna. Ramúnas náttúrulega þekktur sem varnatröll hér á Selfossi. Gaman að sjá Ramúnas komin í dómarabúninginn. Mættum fleiri leikmenn taka þetta sér til fyrirmyndar. Það er svona að leggja keppnisskóna á hilluna að taka upp dómgreiðsluna. Já, sjáum náttúrulega Jón Karl hérna dæma á það og Ramúnas hér. Já. Og Bjarka má skora núna. Bjarki má verið dúndur formingar ferskur eftir mikla tördu sumar, 8-6. Andri Berg segi, Gretar Sittir inn á línunni og Haraldur, hann duglegur að hlaupa hann fram og tilbaka. Það er ótrúlega frið við það reyndar, skora hérna sitt annar mark, 8-7. Engin varnarmaður að reyna að hindra hlaupin hérna. Nei, hann hljópa þetta 2 ferðir á þess að nokkur varnarmaður reynda það alveg styrir á honum. Já. Bjarki má reyna á stemmatunum annars með skot í stöngina. Já, vel gett hann á frákastuna hérna. Sigurjón F. Björnsson. Já, nýleikmaður kom frá IR. Já. Ákveða yfirgefa hordamann með hjörðina sem þar er. Já. Það hefur langar til að spreyta sig í efstu deild. Já, fótur. Já, bara aukakast og hann hefði nú greinilega sett fótun upp. Já, þetta var svona óvilja verk. Já. Vilhelm og Jóhann Karl sterkur hérna og fær gulaspjaldið. Já, þá gefur Magnús með gulaspjaldið. Nýttir sér tækifærið og gaf hann á guld. Já, hrifinn af Magnús sem dómara, minnst það. Magnús er mjög góður dómari. Já. Veist að segja hann ekki samt þegar hann heyrir. Nei, það myndi ég aldrei gera. Skoti í þarstlega. Andri. Það er vel gert hjá Andra Berg Haraldssoni. Skorur sitt fyrsta mark og jafnar metin í 8-8. Þeir félagar áttu að dæma hann leik Magnús og Kári. Kári liggur víst heima veikur. Þannig að Ramúr tók í skarðið. Magnús og Kári eru næstu EHF-kandidatar okkar Íslendinga og munum fara á námskeið í desember. Já. Það er ekki verið að fá svolítið að verkefnum. Já, að gera fjölga þeim. Eitthvað kast. Þeir eru duglegir að skipta. Ármann Sigurðsson komið hann inn á línuna. Já. Og
Atli Karl kominn hérna í skiptuna núna. Það erum að gera að prófa leikmennina í þessum leikjum. Ólafur Bjarki skoraði þarna. Kemur HK á 9-9-8, komið 2 mörk. Og núna verð Björn Ingi. 7. skotið. Bjarki Már. Já. Þarna Þarna Bjarki að fara 2 mínútur. Já, hann er sem fúsið sveikina. Bjarki að skora sitt 4. mark og staðan orðin 10-8. 2 mörk hérna á einhverja 10 sekúndum. Já, HK seinni hálfleikur, nei, Róm okkur aðeins, fyrri hálfleikur er hálfnaður, staðan er 10-8. HK er vilkið fram. Það liggur ekki alveg svona mikið á, það er alveg hálftími í þessu stuði seinni hálfleik. Það er ekki búið að breyta því, þó er búið að breyta reglunum mikið. Leiktíminn er alveg svo sami. Já, og hann var ekki breytt. Ok, það er gott að vita það bara. Það var áhugavert að lesa áherslurnar fyrir tímabilið. Já, þú ert náttúrulega búin að kynna þér vegna þess að sérstaklega mikið talað um mennina. Það er eitthvað út? Já, það er búið ótrúlega mikil áhersla á varamannabekkin, reglurnar í kringum hann. Það vakti óneitanlega athygli mína. Það er búið að færa bekkin eitthvað til? Þannig að það má ekki verið aftalega í stjörnuheimilinu þegar þú varst þar í fyrra. Sigurjón Björnsson skorar hér. Já, en öllum þetta, þá það er bara jákvætt, skal ég segja þér. Að því leyti að skuli loksins bara vera samræða bara reglurnar sem er í gangi út í heimi. Við lendum alltaf í þessu vandræðum og við erum alltaf með einhverja aðra reglur hérna og svo fara menn í annarkvæmt Evrópukeppni eða með landsliðum eða eitthvað. Þá skilja menn ekkert að þá þurfum við alltaf að fara eftir einhverju reglur. Já, það er hárið eftir þér. Þannig að það er bara besta mál að þessi samræmd og þá er þetta bara. Menn þurfa ekki að hafa einhver sérstaklega ágjör að mér í því máli held ég. Og þú þurfur að sitja í 60 mínútur í þess að standa. Það er bara betra maður, það er bara hvíld. Það er lægja með allt í Stuttbuxunum. Það er verið að sýna þetta. Ólafur Bjarki var hér. Vítakast. Og Bjarki Már Elíasson freist að það skora sitt 5. mark. Hann þá 12 ef hann skorar. Já, setur þetta beint í markmannshornið og steinleikur í netinu. 12-8. 4 mörk í markmannshornið. Var í markmannshornið í Víndólum. Hann var í horninu og fór í það. Það er ekki hvernig maður stóð í markinu það. En líka sér liðsmunir ákala vel. Þetta er eitthvað nýtt á hafnaðurinn. 4-0 kapli hérna á 2 mínútur næstu. Alli, já. Strengtur og guldspjald á línuna. Maður er alltaf að búa til eitthvað nýtt og vera að fyrirgefa menni það. Já, ég er gaman að það. Ólafur Bjarki, tekur ekki honum, það er eitthvað kastið það. Atli, Vilhelm, hann upp og steinleikur. Fyrsta markið hans, 13-9. Þetta var bara eins og ég kann á það hjá Villa. Þetta sér upp þetta bara einhverjum 10 metrum. Það var mjög góð skytta. Já. Áðan hann lenti í axlameðslum hérna á sínum tíma. Hann lenti í að fara úr liðið í leik. En þau sér svona farin að hressast á lið og kannski ekki sömu hæðum. Jóhann, Alli, Lína og Harald. Já, hann stytti sér þetta leið. Já, hann bauð upp á vænan offside, sáttu við það. Ólafur Bjarki út í hornið á Bjarka. Hann fer alltaf inn og aðvarið, vel var í Ásgeiri. Haraldur fremstur í horninu með hraðaplöpunni og vel yfir. Áskot yfir. Fyrir réttu sig væna bleitu þarna á vellinum, það var ekkert að huga henni strax. Það er Sigurjón með gott mark. Laglega gert. Sjáum
Sjáum þarna tilburðina er að stökkinn 14-9. Já. skólinn. skólinn. Þannig sé Sturla stökkar svona upp, þannig sé Ragnar Helgason stökkar svona upp og Óla Sigurðarsson, það sé ekki minnst á hann sko. Halldór Jóhann Sigfússon kominn hann inn á og opnar hornið fyrir Gretar og vekkir til honum. Gretar Garðarsson skorar sitt fyrsta mark 14-10. 10 mínútur til hálfleiks. 4 marka munur HK í vil. Hér fara að stað Óla Bjarki komin í skiptuna, Vilhelm á miðuna, Atli átti hornið á Bjarkam á og hann skotið í stöngina. Það reyna lætur stangirnar finna hressilega fyrir því. Hún har skorað samt 5 mörk, skotað 3 stöng. Já. Nú er Óla Bjarki Ragnarsson sem fer á vítapunktinn. Það er spurning hvort hann skóti í markmannshornið. Sjáum til. Nei, hann feggaði henni hitt. Fyrtan 10. Fimmarka munur. Hákon Stefánsson kominn inn á vinturskiptuna hjá Fram. Jóhann. Já, guðlegsveldið upp á loft. Jóhann Gunnar, hann lenti líka í svona axlameiðslum og það er ofta æði erfitt að koma tilbaka eftir þau. Já, hann verður að staða til Jói. Þau verður að mörkum í þessu 25 mörk á 21,5. Það er ekki mikið varnarleik. Ákvæmsson sem búið að skora á Talandum. Varnarleikin frábær markvarsla og aftur. Já. Gretar á þetta aldrei að fara inn þarna. 10 skot varinn. 50% markvarsla. Ekki slæmt. Ólafur. Stöngin. Já, allt opið hérna í hóttunum. Nei, hann fer ekki inn. Róða þetta niður, stilla upp. Skinn sem er þarna. Það var þetta að fara að staða eftir Óla Bjarki. Atli. Prótið að Atla Karlið þarna. Atli Karl leysir. Vilhelm. Líkt af skrefum. Já. Öndi komin upp. Atli Karl skorar á línunni. Það var bara þolinmóðir, nýtti tíma vel og skoruð á lokum. Gott og öllmark, 16-10. Það taka Framarar leik hér með heilmikinn mannskap eins og við segjum Framararnir en þeir virka engar ósamfærandi í þessu móti. Já, þeir eru svona... Það er langt í landi einhvern veginn. Já, það verður að segja þessu, þeir eru svona frekar svona þungir sem maður veit svo ekki alveg á hvaða stað liðin eru í æfingaferlinu hjá sér, skilju. Það er mánuður í mót. Já. En það er svona... Þannig að þessi leikur er búinn að kolfella það sem ég sagði rétt á hann. Ágæðingar eru sennilega í miklu erfiðleikum og Framararnir í toppbaráttunni. Já. En það hafa svo sem lið á þessum mótum ekki gert mikla hluti og enda svo óvalega í deildinni. Sigurgeir Árni sagði með það áðan þegar hann var að skila bikarnum sem við fengum hérna í fyrra í runnumótið að
Við sem að vinni Ragnarsmótið er aldrei Íslandsmeistari, það har aldrei gerst. Nei. Svo ég held að sé engin vísindaleg sönnun að baka það sem að hann bara slöpaði á þetta. Menn sé valsliðið hérna ekki mjög samvarandi en það svo sem var ekki mjög samvarandi hér í fyrra heldur. Þau tapaði hérna í öllum leikjunum. Tapaði með 7 fyrir FH og eitthvað. En liðið fór svo í bikarúrslit og í öðru sæti í deildinni og í úrslitinni við. Já, hirtu öll silfurinn og FH komst í úrslitakeppnina. Já. Það er rétt, þannig að þetta segir ekki neitt. En við höfum gaman að þessu enga síður. Já. Jú, þetta gefur ákveðna vísbendingu. Já. Hákon. Jóhann. Rótaði kraftið þarna á Haraldi, hann fengið sér. Það er nokkuð víst að einhver fara að finna fyrir þessu. Já, alveg búast við því. Já. Eitthvað auðmör þarna eftir, fengið vænt kjaftsök, virðist vera. Já. Býttu bara, sagði hann þarna við Vilhelm Gauta. Það er svona lítið kringur sér svona hver þetta hefur getað verið. Og reksaði hann Eða svona nokkrum orðum í dómaran. Höndin er komin upp. Bara, Jóhann. Já, steinleikur í netinu. Þetta er gaman að sjá, minnir á gamla tíma. Þegar hann gerði þetta oft í leik. Eða svona 3 árum síðan. Já, gamla tíma. Það var það AG 6 mínútur til hálfleiks, 5 marka munur, þeim eru auðglætti vil. Við hefum Ólaði Bjarki við það að stela boltanum hann Gretar og Jóhann öskur fljótu fram og ætlar að geta sjálfur setja hann í þverslánuðin. Það er gert af krafti. Bendir hljóð upp í stúku og segir þetta er að gera allt tímabili. Já. 16-12. Já, við erum fötið með yfirhandafintuna og setur þetta í handlitið Ástgeiri. Já, hann harkar þetta sem hann. Finnst þetta gott? Já, hann er átt í markinu til að verja. Það er bara varið skot. Það er nákvæmlega. Við erum ekki gleyma að merkja við það í fjórðaskotið þess. Já, missa boltan Jóhann Karl, Jóhann Gunnar með honum og hann ætlar að setja í slánu inn eða eitthvað. Nei, bara urst í hornið. Það er komið 4 mörk Jóhann Gunnar Einarsson, 16-13. Gefur Ólaði Bjarki Vilhelm Gauta fyrir skipanir. Keyrir þetta svo á stað. Jóhann Karl Reynisson. Það er 2 mínútur þarna. Það er að skella. Ætlaði að veri Ingólfssoni. Já, þetta er hluti af nýju reglunum þarna. Það má ekkert, núna má ekkert vera að hreyfa línumannin til ef línumannin er að reyna að blokkara. Þá er það bara aukakast og svo kvöldur stig hækkandi refsing. Og það sem að Jóhann Karl var komið með guldspjald, þá fekk hann 5 mínútur. Já. Arnar Birkir. Gerir þetta vel framarnir. Skora sitt annað mark strákurinn 16-14 og Átaka Hákan leikli. Kristinn Guðmundsson, eitthvað ásáttu við leik sinna manna. Kristinn Guðmundsson og Erlingur Richardsson eru þjálfarar þessa liðs. Já, þeir eru farnir af kvennaliðinu og tóku við kallaliðinu núna í vor. Nei, í haust, var það ekki? Nei, í vor var það ekki. Síðasta vor, já. Bara að hafa ástíðina á það hreinu. Áður en að tímabilinu lauk meira segja var búið að ráða á. Og voru orðnir klárir í sitt jobb á loka hóðunumanni. Nú voru byrjaðar að vælættinni mannskapinu að koma í HK þá. Já, þeir voru byrjaðar. Þú mannst eftir því alveg? Mér rámæri það.
Nei, það er bara því að það var langt liðið. Langt síðan það var. Það geta skilja þetta öðruvísi. Ég fyrir að muna meir en 20 mínútur aftur í tíma. Jæja, nú að vitleysinni og höndum þessu á stað. 16-14, 4,5 mínúta, hálfleiks. Þetta suðupunkti hér í Íþróttahúsinni, höllin á Selfossi eins og ég veit kalla hana. Já. Skjörsamlega verða villur. Já. Þetta var kast á mannunum með ónýttu öxlina, 17-14. Múna Logi Geirsson sé að horfa á þetta og sjá að það er alveg hægt að skjóta fasthóma með í öxlina þess. Já, Logi Geirsson á ekki vandræði með það. Nei, það er þetta hárið. Hákon er ábrotur honum og það er ekki eftir að segja honum það. Nei. Greitarinn úr erfiðri stöðu og Björn Ingi þetta er áfram að verja, komið 11 skotvarinn flottur fyrir áleikur í honum. Já. Þetta kýnist í markmann og Atli Karl bakmaður. Já. Atli vel gett á stráknum. Já. Þeir ríka ekkert við að gefa kjúklíkonum sem sinni á æfingamótinu. Nei, Atli var svo sem kominn aðeins í fyrra. Svona kominn á bekkinn og fekk að spila kannski einhverja svona 5 mínútur í leik eða svo að það einhver leikjum en þetta er ungur strákur, ég held að sé fættur 92, frekar 91. Já, Arnar Birkir, hann var til 93 eða ekki? Jó. Hann skorar sitt þriðja markið eða ekki? 18-15. Herðu í Gísla Felix Bjarnasinni sem að Hann er alltaf að reyna að tróða sér í útsendingu. Já, hann vil láta sér heyra. Alltaf að reyna. Vilhelm Gautir með þetta laglega markina. 19-15. Það lýsir öllum handboltaleikjum hér fyrir sunnlenska. Já, Magnús Stefánsson. Já, skoraði sitt fyrsta mark. Skoraði 4 mörk í gær sagði hérna fyrir leik og annars að þurfa að lyfta öxlinu nokkuð tíma upp. Allt með úrliðnum. 2 mínútur til hálfleiks, 19-16. Ólafur Bjarki, Vilhelm út í hornið, Sigurjón. Já, skemmtileg við hvað það er. Þetta er eins og maður segir að í skólunum. Já. 20-16. Þrælmikið fjör í þessum fyrirháleik. Bara handbolti bara með að það er byrjun september og tímabilið byrjar í lók september. Já. Það er kannski helst til og mikið skor en... Nei, það er gaman að því. Já, ég meina fyrir sjálfvarna kannski? Já. Nokkur er saman það. Já, bara ekki fættið. Reynir sig ekkert mjög sattur við það að vera búin að 20 mörg á sig í fyrirháleik. Nei, og bara 4 skot varinn. Já. Nei, það er ekki 2%. Já, höndin er komin upp, Jóhann Gunnar upp og Björnir. En aukast, höndin áfram uppi. Já, stillið upp fyrir mig segir Jóhann. Þetta haldur boltan, svo Jóhann. Já, svona nátt og niðurlega og Bjarki Már fljótur fram. Aldrei til greina að lefa einhverjum öðrum að skjóta, dreif sér fram og rissaði boltan átt að það væri. Komið 6 mörg, 21-16. Það var Atli Bakmann næstu búinn að stela boltanum á Jóhanni. Hákon, Vestláfinn og Arnar Birkir gerir vel, 10 sekundur. Hákon og aftur veitur. Vel varði hjá Birni. Hann var kominn þarna í að staði í hitt hornið og náði einhvern veginn að skutla sig tilbaka og vel gert hjá hann.
Frábær markvarsla. Þetta búin að vera frábær þessi fyrirháleik varði 13 skot. En eins og þið sjáum við á skjánni hjá okkur góðar áhorfendur, þá er staðan 21-16. Hákáði Vilgerð fram í leiknum 3. seti hér á Ragnarsmótinu. Förum í auglýsingar. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Samfilm kynnir frá Óskarsverðlaunaleikstjórunum Roman Polanski The Ghostwriter, spennumynd sem gagnrýnendur keppast við að lofa, ómótstæðileg The New York Times, meistarverk Roger Ebert, ávanabindandi The Rolling Stone, Pierce Brosnan, Ewan McGregor og Kim Cattrall. I know about you and the CIA. The Ghostwriter, frumsýnd 3. september í Sambíónum. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta.
Nýja áraður góðir. 21-16 staðan hér. HK yfir gegn Fram í leiknum þriðja sæti á Ragnarsmótinu hér í höllinu á Selfossi. Kannski, áður við hellum okkur út í að lýsa því sem fyrir augum ber að fara yfir að Bjarki Már Elíasson og markaðistur með 6 mörk hjá HK og Atli Karl, Ólafur Bjarki, Sigurjón og Vilhelm allir með 3. Atli Ævar 2 og Hörður Másson 1 sem ekki stóð þarna. Þetta er Atli Karl bakmann sig. Björn Ingi frábær í markinu var í 13 skot. Já. Hinum megin var Jóhann Gunnar öflugur með 4 mörk. Arnar Birkir og Haraldur Þór 3 mörk og Róbert Aron Hoster 2 áruna meiddist. Og svo Magnús Stefánsson, Andri Berg, Greta Garðarsson og Jóhann Karl 1 mark hver. Ásgeir Sigmarsson varði aðeins 4 blöður í markinu fyrir áleik. Í heimkomu sinni hingað á Selfoss. Heldur komin upp. Og Vilhelm fer þá í skotið eða hvað. Já, Ásgeir er komið 5 skot núna. Arnar Birkir línu hann á. Það er búið upp á 20% markværslu þarna í markinu hingað til í leiknum hjá Fram. Það verður að vera miklu betra allir að fá eitthvað út úr þessum leik í dag. Fá bronsið hálsinn. Það er ekki vænlegt til árangurs. Það verður með 5 skot varinn. Bjarki Már, frábært mark hjá honum. 7 mörk. 22-16. Hákon, það fara að skoði Stefánsson skorið sitt fyrsta mark 22-17. Það er verið að láta þurrka eitthvað hann á klúknum sem er framarðir. Tvær mínútur liðnar að seinni hálfleik. Fyrsta þurrkun á fyrsta hálfleiknum. HK liti bara nokkuð vel út hérna, Jói. Já, þeir eru á svona sóknarlega sérstaklega. Komið mér aðeins óvart, þannig. Þetta var náttúrulega tölvöld sprekkaröldur ég sá á móti Selfossi hérna á 50-daginn. Já, laglega ekki. Þetta var bara góður skotmaður. Já, skorið sér þriðja mark, 23-17. Jóhann Gunnar, það er líka góður skotmaður, 23-18. Þetta er bara svo fyrir áleikunum. Já, það er ekki mikið með varnarleik hérna. Þannig að heldur auðvitað fyrir menn að komast í gegn. Það vantar náttúrulega hinn Bjarka Má í HK vörnina. Já. Hann er búinn að eiga við einhver meiðsli af því að. Alli, já, misti boltan og opnaði allt fyrir hann og nýtir það náttúrulega. Ekki spurning, komið 4 mörk. Flottur leikur hjá honum, 24-18. Það kemur Haraldur inn á. Haraldur hinn rólegasti enn sem komið er. Já. Kemur hann. Hákon. Jájá. Gott mark hjá Haraldi. Þetta yfir höfuð á Birni Inga. 24-19. Þurrka boltan sig. Ólafur Bjarki. Það var allt klárt. Já, það verður samræðar hérna á Ramúnas og Ólafur Bjarka. Það var svolítið Duttum að sinni þér. Látti sig gift bolta, Ólafur Bjarki tók ekki mál. Nei. Vilhelm, allt gótið fyrir hann að fara en Halldór komið vel inn í teig og leiðin að verðast honum. Hann ákvað ekki út í hotn og
á ykkur kast. Oj. Brennur Atli Náðu samt sendingu, ná nafnafinn. Já, frábær gert en það þarf að þurrka hann og bletta þarna og lína á Magnús. Atli hefur skorað í ásett 4. Vilhelm. Það var Bjarki vel tósaði treyjuna og hann skorar enga þessu 4. markið sitt. Það tar 26-19. Hann slátraði þeim hérna þessar stunduna. Koma þessu 5 upp í 7. Já. Það sé vel. Strákarnir hérna, eða krakkarnir úr fjórðaflokki félagsins. Eða Selfossar þarf að segja að þurrka gólfið. Ærin vinna hérna, þetta festir svo vel í djúkinn. Hann bara... Hann vonar sig ekki að koma ræðanblöfum mjög þarna. En þá miðið vellinu strákarna að hugga. Sóknin kominn annað. Já, svo tekur hann nokkuð spór bara svona, hann svona töltir þetta út af hægt og rólega. Haraldur, já, fyrst út af. Haraldur búinn að vera lengi í þessu og hann... Þetta er allt á hreinu þá. 26-20, 24 mínútur til leiksloka. Það er mikið að breyta sér sem leikvalli fram sér á bronsum hálsinn eftir úrslitaleikinn klukkan 4. Ólafur, Atlikar. Vilhelm og Ólafur Bjarki. Helgi ekki Ólafur Bjarka meiri stoppan eftir. 5 mörk. Við byrjum að sama leikmannin áður en hann fór út þá er hann gjörbreyttur að því leyti að hann er miklu sterkari, líkamlega sterkari. Já. Hann var líka síðast þegar hann spilaði hérna á hann út á áttan. Alltaf mittur. Áttan í erfiðum mjögmeðslum sem að... Það var ástæðan fyrir hann yfirgar klúbunni í dyrinu sinu. Já, hann gat ekki dæft út af gólfinu í dyrinu sinu, þannig að Ánó vissi eitthvað var búið að laga það, ég hef ekki komið á gauðin. Það var búið að skipta dúk, skilsmér. Þannig að það sé orðið mýgra. Þú vona það sem að virðist ekki vera hægt að nota kórinn. Nei. Við þú sé þar. Það er ekki konir áhörðapallar nokkar. Nei. Hvað þá blaðamannaðstæða sem glemir stundum? Það er ekkert aðtrið. Halldór Jóhann fær hérna í vídeó 2 mínútur á Bjarka Má Elíasson sem að misti gamla manni fram hjá sér. Það er ekki bara aðstöð fyrir okkur. Hini geta horta á þetta netinu. Vitna svo við tölum okkar, já. Það er ágætislaust. Halldór og Jóhann út í hornið og Arnar Birki og hann setur þetta örugglega netið. Komið með 4 mörk, 27-21. Það eru fleiri núna. Það er ekki verra fyrir Framar að nýta sig það aðeins og minnka mununa aðeins. Hér er þetta spennandi fyrir fjölmörgu áhorfendur sem eru að horfa á þetta á netinu. Já, rétt sleppur þarna. Já, þetta var 3,5. Magnús Kári var ekki að láta það eðileggi fyrir þetta. Já. Það er svona aðeins verður að það komið smá æsingur í þetta. Íta okkur öðrum handinn á línunni. Það er bara jákvæmt. Komið tíma á það. Já. Sigurjón tekur rýringin á þetta og farið upp fast. Höldi komin upp. Já. Og leysir þetta inn. Já, lenda þetta saman, samverðarnir.
Hljópar inn í teginn, þarna í innleysingunni. Vilhelm Gauti liggur. Þeir eru árekstu við Atla Ævar Ingólfsson samherja sinn. Kristinn Guðmundsson hugar þarna á honum. Snappar honum á fætur. Mikla sjúkraþjálfunar þekkingu. Og held ég fyrir leikinn hafa sjúkraþjálfari fram aðstoða leikmenn HK til að slæða saman. Það var skemmtilegt. Já, menn verða að vinna saman í þessu. Þeir sjáum að Finnbogi Árnason í konu markið á fram fyrir Ásgeir. Sendi út í hornið Arnar Birgir. Vistilega vel gert. 5. markið hans. Það er svo niður í 5 mörk. Búin að minkað úr 7-5. Já, búin að vinna hana gafla, tekja gafla, 2-0. Bjarki Már stæltir inn á völlinu núna. Það eru liðin í Árbanka leikmenn. Já. Ólafur Bergi setur hérna upp. Atli Karl. Já, Atli Ævar og Halldór langt inn í teg að vera stónum. Atli skorar. Komið 5 mörk á línunni. 28-22. Andri Berg, Halldór, Jóhann Gunnar. Já, þetta er víðsfjarri bara. Sigurjón, prófar það niður, býður þetta félögunum og Ármann Sigursson skiptur út af. Þetta blóðar í boði Haraldar Ósa Þorvarssonar. Hermundur og Magnús Stefánsson fyrir að halda. Já, hann segir hann að halda honum þarna, komið við fyrir hann að ná að rykkja þarna. Ramónas með þetta alltaf hreinu, hann kann þetta bragð. Já, hann er tvis og notað þetta áður. Þessi svo að þetta verður svona mest vandasamast að vera dómara í þessu nýju reglum, að það er að túlka þessa reglu. Saman yfir línumannin, hvað sem það er sóknarbrot eða varnarbrot. Það eru svona helstu breytingarnar. Bjarki Már að skora sitt 8. mark, 29-22. En haldaði sér það íleri fjarlæg bara og það er bara nokkuð sátt við stöðuna. Ákomin, það er næstu 30 mörk, þetta er 40 mínútur. Ég vona það svona þeirra vegna þessu ágætlega sáttir. Það stelur Atli Barðanar kjöndilega. Gert hjá honum Atli Ævar. Já, sigur hann á að bjarga þessu. Já, þarna sem klínum að boltana sem hann ekki fá hann. Þeir rann þetta út í sandinn, en þeir halda boltana þó. Það er þá 50 sekundur í mannin. Já, vel varið hjá Finnboga. Já, Arnar Birgir. Þetta er vel spilað það með hraðaflöpunu. Arnar Birgir skorar sitt 7. mark. 29-23.
Bjarki Már nær þessu bolta en vel væri aftur hjá Finnboga. Kemur Halldór. Jóhann. Við stilla upp á ný. Kemur Jóhann Karl inn á línuna hjá framárunum. Gefa Haraldur nokkra mínútur til þess að. Það þarf að segja einhvern á bekknum. Já, það hvíla sig. Já. Hættum að leggja hann einhelti til Jóhann. Við erum ekki að því. Það er alveg rú. Já, fá aukakastana framharallir. Jóhann Karl skorar. Jóhann Karl Reynisson skorar sitt annað mark 29-24. Vilhelm. Vilhelm aftur, út í hornið á Sigurjón. Já, skorar. Gott mark hjá honum. Komið 4 mörk. Það gerist einhver, Dóri er eitthvað æstur þarna. Það er einhver gamall Akureyrar rígur þarna milli Káa og Þórs. Það er að brjóta að standa upp. Finnst mér. Dóri er alveg brjálaður. Já. Það er ekki oft sem að hann næsir sig. Halldór. Nei, hann er merkt að hann mista þessu. Já. Já. Sjónvarpsstjóri sem allt hér, það var ekki einu sinni. Nei, hann er nú alltaf út á þekju. Hvað þá kameramaður? Segðu. Já, tæpa boltana framararnir. Björningi með skottilrun. Já, við verðum að túka þetta sem skotinu og gefa Finnboga varið skot. Það varið skot. Fyrir utan teg. Hafði mikið fyrir að vera þetta. Já, Gretar, vel gert hjá honum. Já, það er alveg að spila handbolta þessi strákur. Já, annars væri hann ekki þarna inn á. Líklega ekki. Hann er sennilega búinn að sanna sig á æfingum. Já, við viljum að sjálfsögðu minna á úrslitaleikin hér eftir klukkan 4 og svo náttúrulega Evrópuleikin á Val á morgun klukkan 8. Ekki missa á honum. Já, hann er klukkan 8, já. Jóhann Gunnar, vel var hjá Birni Inga, aðeins hans annað skoti, nei, fyrsta skoti í seinni hálfleik held ég. Sigurjón er frábært mark hjá Sigurjóni Björnssoni. 5 mörk. Það er góðu fengur frá þessi strákur. Já, ég ætla að halda þið fram að hann gaf sér ekki með verra liðinni fyrra þegar þeir fóru úrslitingi hérna. Nei, ég ætla þá hann í mig. Gera það í vor ef það þess. Það minniði á þetta. Siffi er komin aftur inn á hérna, Sigfús Sigfússon. Páll Sigfússon, leikmann nr. 2 í Fram. Sá síðast í valsbúning, síðast í tímabili. Uppvalinn framari. Andri. Já, þetta getur hann að þá. Hann hafi verið mun glaðari til að skjóta hérna fyrir ekki svo mörgum árum. Jafnvel bara 2. Þetta með tímabilið fyrra. Það er að segja. 31-26. Já, þetta er rétt, þetta Andri hafa staðið þarna aðeins á línunni. Ekki mikið. Bara smá. Það
Já, nóg til þess að Magnús tók eftir því. Það er Magnús mjög aftökull maður. Já, það opnast hótnið. Arnar Birkir að fara með stað og þeir ressa. Bjarki Már skorar sitt 9. mark. 32-26. Og hann. Magnús leysir þarna með línu. Já. Vel gert hjá Andra Berg Haraldsinni. 32-27. Alveg gríðileg skipta þessi strákur. Já, það er ekki spurning. Já, það var jafnræði með liðunum svona, fyrsta korter eða svo, þá tók HK góðan kipp og náði 6 marka fórustu og þetta hefur svona verið þetta 75 mörg síðan. Fyrir þá sem eru að koma að skjána núna, gangur leiksins, ekki flókin. Atli Karl að skora sitt 5. mark þarna, 27. Andri var það með... Já, Jóhann Karl snæði bara frábær mark alltaf. Enn eitt dauðafæri sem að vera Björn Ingi. Ingi magnaður í þessum drengjum. Fær endar eiginlega bara dauðafæri á sig sögum slags varnarleiks. Já. Og búin að vera virkilega fín. 15 skot varinn. Já, þarna gefur rólega blokkurinn. Menn þurfa að taka það réttum stað. Eins og ég fyrir segið þá er Magnús mjög athúgull maður. Og þetta skal allt fara fram á réttum stað. Já, þetta segir góðumur Hansson. Já, vel langi. Jóhann. Sýttir sér boltan nærunum aftur og fær kast. Mínútur til leiksloka. Andri út í hornið. Gretar með skotið framhjá. Náði ekki að lyfta sér mikið þarna og skotið alltaf þröngt. Já, Jón Gunnar stilur þessu, vel gert hjá honum og Andri Berg með honum, Gretar líka. Andri gefur hann ekkert, nei, séns. Gott mark hjá honum. 4. markið. 33-28. Þannig að næstum því að ná að gera þetta spennandi. Komið sér þetta niður í 5 annars staðir. Það þurfti að fara að koma þessu niður í 4. Já, vel gert þarna hjá Ólaði Bjarka, vann en það ekki nýta sér almennilega. Fór ned. Það lítur að vera hanga á boltanum þá. 9,5 mínúta til leiksloka. Það er Finnbogi Völl og Vilhelm Gauta. Magnús, út í hornið, þetta fer ekki inn. Þetta var auðvitað líka, Elias Már. Já, Elias Már kom með 10 mörk. 34-28. Fór eitthvað skýrt fram í hálfleiknum að? Það heiti Bjarki Már Eliasson. Hvað sagði þið? Elias Már, það er pappans. Já, það er pappans. Bjarkason meiri sér. Ég þekki pappans vel. Bjarki Már Eliasson kom með 10 mörk. Svo fær ekki á milli mála. Bara eitt úr víti. Haugur hraðaflöfum fullt úr horninu og hún hefði 3 skot úr stöngina þar eða ekki. Flottur leikur hjá hann. Og það tilfellið fór hann alltaf inn á demantinu þegar hann skaut í stöngina. Já,
Hárrétt hjá þér, Guðmundur. Hárrétt. Jóhann, Andri. Já, það var vel 2 mínútur. Já, annars getur sem að hafa 2 mínútur í leiknum. Bjarki Már. Sleppt honum aðeins og seint. Jóhann Karl. Já, ágætlega að spila það. Nýtast þar ágætlega þeir eru reynum fleiri að hafa gert það til þess að leikna þar að segja. 34-29. Til að setja tölfræðingin á Sport TV í að fletta því upp hvort að HK eftir að skora yfir 30 mörk á síðustu tímabili. Áhugavert að sjá þetta lið sem að spila þetta göngubólta yfir að hlaupa svona mikið. Það er kannski með fleiri menn núna. Atli Ævar. Gunnar Magnússon meðtu. Þegjandi þörfin að rifja það upp. 35-29. Hann halaði nægilega mörg stigum. Já, það var ekkert af því. Ekkert af því. Og Arnar Birgir Halldórsson skoraði hérna sitt 7. mark. 35-30. Jóhann Gunnar stela enn ennum boltanum, þannig að stela einhverjum 4-5 boltum í þessum leik. En Arnar Birgir, hann fyrir upp. Það var bara að gefa hann skoti í fyrra. Já. Það var skilsamlega drengurinn. Já. Jóhann. Já, Jóhann Karl. Það stóð á línunni. Já. Þetta var hárið. Það vekur athygli okkar, Jói, dómgæslan hefur verið góð hérna. Já, hún vekur einhver sérstaklega athygli á mér, þetta er mjög góði dómarar. Það er bara almennt í mótinu fyrir þessu. Já, menna það. Já, þetta er bara, dómarnir koma einstaklega vel undan sumri. Já, þeir eru búin að vera að æfa vel í sumar, veit ég, undir handleiðslu Kristján Halldórssonar. Þannig að það má búast við því að þeir séu betra formi heldur en oft áður. Já. Þetta Kristján Halldórsson þekktu verið það. Bærið menn áfram. Já, 6 mínútur eftir þessum leikum þriðasætið á Ragnarsmótinu 2010. 35-30, Hákaði Vilsson með boltan, framar að vinna hann. Jóhann Gunnar, Garðar, Greta Garðarsson segi ég. Já, hann skorar. Björningi í boltanum en þriðja markið hans Greta staðar en 35-31. Nú er þetta komið niður í 4. Komast þið nær. Stóra spurningin. Já. Þá munum líst ekki upp líkunum að taka leikli. Fimm og hálf mínúta, svo þið sjáið á skjánum til leiksloka, 4 marka munur. Galop í þessum leik, þáttur að Háka sér fór miklu betri aðalinn frá 15 mínútu. Já, þeir eru svona búin að slaka aðeins á núna, senustu 4-5 mínúturnar. Svona fatnar að þreytast aðeins. Búin að spila svo mikið á bara sama mannskapnum. Já. Nokkru þarna sem hafa spilað nær allan leikinn. Já. Hörður Másson byrjaði hægri skiptunni, hefur ekkert spilað hvað 10 mínútur, hefur vantarlega eitthvað verið tæpur eða meiddur, eða meiðst. Já. Úrslitaleikurinn býður handaðan hornið. Við sjáum Haukamenn og Selfyssingar vera komin í hús. Silveri lyktin frá Selfyssingum er hérna yfir öllu og Haukamenn eru líka í húsinu.
Andri, Ólafur Bjarki. Já, Sigurjón. Já, við möttum að sjá þetta. Við búum að sjá þetta nokkuð sinnum í leiknum að Ólafur Bjarki og Atli var reyna mikið að vinna saman. Ég held að þetta er að vera öflugt vopn í vetur. Baneitra, rússablokkeringar og skemmtilegir. Vilhelm ætla hann inn á horninu. Já, hann er ekki að hleypa honum sig hérna bara. Já, Magnús segir hann hafi verið komin stíf út af vellinum. Já, ég er ekki að meina dómarinn, ég er að meina varnarmaðurinn. Já, Bjarki Már Elíasson með sitt 11. mark. Arnar ekki verið að segja talið góða varnar. 36-31. Já, Jóhann Karl. Og hann skorar. Já, kemur áttu niður í 4. Komið 4 mörk hérna. 36-32. Ákvæminn taka sér góðan tími sóknuna núna. Eins og sagði ráðan, búinn að spila mikið á sama mannskapnum og það er aðeins að reyna að keyra niður klukkuna. Já, Bjarki fær auka kast. Finnbogi varði. Finnbogi búinn að eiga alveg þrælfina innkomu. Bjarki upp og frábært mark. Góð með 6. 37-32. Þar myndur á Kottera. Ármann. Já. Þurfningi verið sitt 16. skot en Ármann fætt tvær og vítakastæn. Kemur Halldór Jóhann. Ómúruleg vítaskipta. Flottur með húuna þarna, Þurka. Þetta þræl kapteininni. Halldór klárar punktinum, skorar hann sitt fyrsta mark. Jájá, örugglega 37-33. Kemur Halldór, tekur Óla Bergar umferðina. Hákakar einu færi. Já, sýnsalegt að klippa þess á hann. Jájá, öll vörnin liggur hérna bara á Bjarki Már. Nýtir sitt tækifærið. 12 mörk á strákunum. Það fljótur átt sig á þessu. Sá á endaði bara. Það var gat hérna mér í vörninni, þannig að hann gerði bara árið þar á. Klár drengur. Það er ljóst. Já, það verður að huga alltaf að veri einu sinni sem oftar. Sifi. Já, hann, Sifi og Andri. Bjarki, já. Nei, inn fór hann. Já, hafði hefninu með sér hérna strákurinn. 38-34. Þá kom það að taka 2 umferð. Nei. Jú. Bara Bjarka Már líka, það er skynsamlegt. Þeir eru allt í öllu, Bjarki Már og Ólafur.
Bjarki. Já, Atli Ævar. Það er hvað hann getur. Bara mútið sandinn. Jæja, Andri Berg með skotið á 12 metrunum. Það er enga til að senda og óheppin bara þetta lág ekki nefnum. Glórulaust náttúrulega stökku upp þarna, en það er auka atriði. Þetta er hlutur sem er kennt í 7. hálfleik. Dribbla ekki upp boltann og stökku upp þannig að þú lendir í vandræðum. Það getur ekki gefið. Það er hárið, það er hárið. Já, ég veit svo sem ég hafa kannski ekki kennt í Hafnarfirði. Þetta er verið í 4. hálfleiki og ekki 7. En það var óopinn að skora ekki enga síður. Þetta hafði náttúrulega verið glórulaust. Ungir handboltaiðkvöldur sem eru að horfa á þetta að læra af. Nei, ekki taka ykkur þetta til fyrirmynda. Stúkurinn er svo svampur og þetta hekkur í sig svitan alveg. Tekur óra tíma að þurrka þetta. Söngtar uppbytun hjá liðanum sem leik úrslitaleikinn hérna kl. 4. Svona kort er þetta sem stopp í leiknum. Já. Það er bara nægur tími. Mínútu og 15 sekúndur til leiksloka. Ég er tilbúin að slá því föstu að HK fær bronsið. En það þarf að klára þetta. Já, það er mikið að gerast að framhæða að fara ná þessum 4 mörkum á mínútu. Það hendur góðan upp í dómarunum. Villi með skot hérna á 13 metrum. Ekki lína. Þetta var skot í 5 bóð. Já, komið 7. Stippi og þeir missa bolta. Já. Þetta er inn í rólegustu nákvæmenn. Hálf mínúta. Alltaf var langaði að vera að skita. Finnbogi var þarna sett 8. og HK, nei, Framarar sig geta minkað þetta í 3. Þeir eru einhverjar 12 sekúndur til þess. Ég vil ekkert reyna að taka ekki leik hérna. Nei. Jæja. Og það er að lýsa þessu. Þetta búið. 38-34. Þú sverði yfir þetta, markaskorar á fyrir þetta og einstaklega hátt og ég finnir yfir þetta. Já. Það er HK og þá var Bjarki Már Elíasson markaðastur með 12 mörk. Atli Ævar með 6, Óli Bjarki með 6. Atli Karl Backmann með 5, Sigurjón með 5, Villi með 3 og Hörður náði að skora þarna 1 mark á fyrstu mínútunum og markinu á HK stóð Björn Ingi vaktinni allan tíman, varði 16 skot. Hjá Fram var markaðistur Arnar Birkir með 8 mörk. Næstu koma Haraldur Þórðarsson með 5 mörk og Jóhann Gunnar Einarsson með 5 mörk. Andri Berg Haraldsson með 4, Jóhann Karl með 4 mörk. Róbert skoraði 2 mörk, spilaði einhverja 10 mínútur. Hákon Stefánsson með 1 mark, Halldór Jóhann með 1 mark og Magnús Stefánsson með 1 mark. Ásgeir stóð vaktina í fyrra hálfleik og varði 5 skot. Finnbogi listan svo af og varði 8 skot. Hákangar landaði hér 3. sætinum í Ragnarsmótinu. Þá sjáum við að Guðmundur Marino er kominn niður á gólf og við bíðum spenntir eftir að heyra einhver gáðulega viðtöl frá honum. Hann er að leita hatamanni, hvert finnur hann? Jó, hann er kominn geðþekka þjálfara HK, Kristinn Guðmundsson. Og Harald Þórðarsson þar á eftir væntanlega. Ég vænti þess að það þurfi eitthvað að minnka í tónlistinni. Kiddi, okkur var ekki skipt inn á í leiknum? Okkur var ekki skipt inn á í leiknum, var ég beðinn að spyrja þig.
Já, ég veit ekki, ég held að Halli náður að skjóta, við spilum ekkert alltaf mörgum mönnum í þessu móti. Ástæðan fyrir því er einföld, við erum að reyna að finna hérna blöndu og það eru náttúrulega leikmenn, mikla breytingar sem orðið hjá okkur og hérna, við erum búin að taka heilt æfingamót út í Þýskalandi sem við rúluðum mikið og hérna erum í raun og veru búin með 4 leiki og nú komum hingað. Þannig að hérna, við ákváðum að pröfa að gera þetta mót svolítið í veturinn, aðeins að finna okkur og hvað við mættum og hvað við getum hérna, hvað við getum notað leikmenn lengi í leikjum og öðrum annað og hérna, við hefum bæði Ragnars Reykjavík á móti og Gróttu móti eftir sísona nóg eftir. Skorið 38 mörg og það er náttúrulega flott, kannski ekki mikill varnarleikur að fara mörgunum en er ekki helst varnarlega sem þið getið bætt ykkur úr þeirri stöðu sem við erum í núna? Jú, við skorum 38 mörg í dag, 30 á móti Selfossi og 35 á móti FH. En við erum líka að fá okkur alveg aðra mörgum í staðinn og hérna, það er ekki feluleikur og okkur vantar náttúrulega alveg gríðarlega sterkan leikmann varnarlega sem er Bjarki Már Gunnarsson og hérna, það er engin afsökun fyrir því að spila ekki vörn sko, en hérna, hann munar okkur og við erum bara að reyna að sauma saman í þetta, en Atli Ævar Línumar, hann spilaði enga vörn í fyrra. Þannig að við erum að sjóða menn saman í varnarleik núna og hérna, og fá samvinnu við markverði og það hefur gengið mjög upp og ofan og stundum er það ágætt, stundum hefur það verið algjör katastrófa og hérna, ég meina við endum í 3. sæti í þessu móti og við erum alveg rosa vinnu eftir ennþá, þannig að þetta er allt í lagi en hérna, ég er sammálaður, varnarleikurinn er alls ekki nógu góður ennþá. En svona sæmilega sáttu við stöðun og liðinu okkar þessa stundina? Já, með hóp. Við erum náttúrulega með marga óreynda stráka á bakvið þessa sem hafa verið að spila mest og hérna, við þurfum að búa til tækifæri fyrir þá og næst er Reykjavíkumót og hérna, þá ætlum við að reyna að sauma þá ennþá betur inn í þetta og hérna, gefa þeim sénsinn meira þar og fá stærri hlutverk og það er náttúrulega okkar hlutverk að spila ekki bara okkur 8 leikmennum í vetur. Takk fyrir þetta. Erum við að fá Harald Ofsa hérna. Þetta er náttúrulega eitthvað svo lélegasti varnarleikur sem maður setið fram síðan í fyrra. Já. Þetta var mjög léleg vörn og hérna, það er ekki að segja það. En það er kannski líka að því að menn eru mjög þungir, við erum búin að vera í erfiðu prógrami og mikið að fótavinnslu og svona, þannig að menn eru þreyttir. Það er bara svo tilfinning sem er núna, menn eru þreyttir eftir 180 mínútur hérna á 4 dögum. Já, og líka bara búin að stærðar æfingar, búin að vera að vinna mikið í fótavinnslu, það er mjög eðlilegt að menn séu þungir núna og hérna, annað væri óeðlilegt og ekki gott held ég, ef menn var eitthvað óeðlega léttir núna á sér sko. Hvað myndir þið segja væri það helsta sem að þið framarar eftir að gera núna undirbúningstímabilið til að gera ykkur klára fyrir tímabilið? Já, við erum bara að fínpússa hlutina og koma hérna 9 mönnum aðeins meira inn í þetta kannski og hérna mjög gott að það er búið að fá Jóa og Sif aftur og þetta lítur bara mjög út, ég er mjög bjartsýnn á það, verður ég segja. Breiddin virðist vera mjög flott og allt til allt til þess að gera alluga að toppnum en setur síðan tímabilið kannski í mönnum, er erfitt að rífa sig upp úr því að vera alltaf að tapa í að þurfa að fara að vinna? Já, en mér minnir rétt á unnu held ég alla leikinn nr. 1 eða 2 eftir áramót, þannig að það er okkar skemmtileg. Þú er engar áhyggjur af þessu? Engar áhyggjur af þessu. Takk fyrir þetta. Já,